Þórainn er best að byrja að spritta sig. Já, við erum mikið að spritta okkur hérna, sko. Já, ekki bara... Allir varinn góður. Allir varinn góður, sagði Nunnur svolítið smokkinn á banan. Heyrðu, við erum komin í Vesturkot. Þórainn Ragnarsson, satt og blessaður. Byrjum á því að þú segir okkur aðeins frá aðstöðinni hérna hjá okkur. Hvað er pláss fyrir mikið af plássum? Það er pláss fyrir einhver 32 rós og hérna, og það er yfirleitt bara sá skammtur sem er inni, meira og minna allan á þessu sving. Það er alltaf fullt? Já, meira og minna, sko. Og er þetta eingöngu einsesta stígur eða? Nei, ég er með 2 gesta stígur hérna í þessari röð, annars er þetta allt saman einsesta stígur. Og hérna, já, fyrir bara ágætlega mynd held ég. Inni aðstafa eftir með það? Já, við erum með reiðöll hérna, er 20x40 og við erum með hérna fína reiðleiðir og rekstrarhring og völl hérna úti líka. Þannig að það er svona flest sem maður þarf til þjálfunar. Eru þið með eingöngu hross frá Vesturkoti eða eru þið aðra líka? Við erum með svona cirka til helminga, kannski aðeins meira frá öðrum núna, heldur frá okkur. Og hérna, já, vorum bara hross á öllum aldri, bæði frá okkur og frá öðrum. Ok, og ekki bara rölda hérna í gegnum húsið aðeins og sjá hvað er inn í þér? Jú, gerum það. Spunni. Já, hvað er stefnan með hann í vor og sumar? Hann er bara verið notaður sem SN reiðhestu núna og svo hérna verður hann bara að fara í merar í vor. En hann er ekki í neinni hérna, þjálfun fyrir einhver keppni, sko. Nei. Þannig ég rekna ekki með hann komið neitt fram á þessu ári. Nei, bara haldið við? Já, bara aður á húsi og reyður. Það eru 2 hryssur, og erum bara nýkomin að nöðra, en hinn er Spunadóttir, alliðar þessa fín. Já. Og hérna eru 2 hryssur, þetta er Stáladóttir frá Dalsholti, merar báðar að 5. Flottar hryssur. Og hinn er undan hún Kolskegg frá Kjarnholtum. Já. Hrossi báðar í eigu annara? Já. Ok, hérna er stóðhestur? Hérna er stóðhestur Sæsonur frá Kálfhóli, albróðurinn Sonar frá Kálfhóli. Það er hérna lóðandi hóli á 5. vetur. Og Hringsonur hérna á 5. vetur. Hérna undan Jódísi frá Ferjubakka. Já, í eigu Vesturkots? Já, þetta er hestur sem við höldum bara hérna góðu hóli. Stefnt með í kynbótasýningar í vor? Já, ég hugsa ég sýna hann í vor. Já, núna maður fyrir að setja teppi á þetta, þannig að það komið einhvern tíma sumar hjá þeim, sko. Og þessi er frá Kálfhóli, systir hans Anda frá Kálfhóli saman þetta. Það er flott hryssa, nýju frampart og samræmi. Og hérna, fór nú einhver 8-5 í fyrra. Og ég veit svo sem ekkert hvað þetta fær á þessu nýja kerfi, sko, en ég hugsa ég sína hana. Og hérna, þessi er frá honum Steingrími, frænda mínum. Er fædd á Gunnarstöðum. Þessi bleikalótta? Já. Og er undan hring og hryssu sem hann á og hefur smala kindum á með góðum árangri í nokkur ár. En hérna, þú verður aðeins að stoppa, ég hef verið að fara aðeins á milli og taka viðtöl og þar er núna að koma svolítið undan hring, Gunnarstöðum. Já. Hvað einkennir þessi hross? Þau eru oftast með góðan fótaburð og geðgóð, eins og hann er sjálfur, sko. Og hérna, þannig að ég held að þetta svona ætti að geta verið að skila notadrjúgum hrossum og hrossum kannski sem að hérna þarf ekki eitthvað ógurlega snilli til þess að láta líta sæmil út. Bara úrvalshross? Já, held það. Hérna eru 2 hryssur. Fleiri sem eru að bíða eftir sumrunni í teppinu? Já, þetta er hryssan Jónínu hérna, þetta hérna úr Fitti, klárhrissa. Við verðum að keppa á henni, gengið ágætlega. Toppstóttir hérna frá Syðra Langholti, frá Sigurð Inga. Bara hérna lofandi hrissa. Þannig að það er Steingrímur J. Sigfússon í þessari stífu? Já. Og Sigurður Ingi í þessari? Já. Það er ekki dónalegt. Nei, þeir einhver hesta þessi kallar. Þetta er hann leikur frá Vesturkoti sem ég verði að keppa á töluvert. Já. Og hérna gengið stundum ágætlega bara. Og hvað stefnirðu með hann í? Ég stefni með hann í 4 gang og slagtómutöldu aðalega. Já. Að hérna og spurning hvort maður reynir að síðan að komast á HM á næsta ári með hann. Það væri óga gaman að hérna prófa það. Nauðsynlegt að hafa þig ykkur að stefna. Já, er það ekki? Já.
Það verður að vera svoleiðis. Já, ég vonaði bara að skoða engin vídeo eða þetta mistekst. Þetta er Hrannasonur undan Hrund-Torfnissi. Alveg efstur með 850 og eitthvað í byggingu. Og er góður hestur. Og Hrund náttúrulega skila hverjum gerðum. Þetta er Álfarinsonur undan Stelpu. Þannig að hann er næstu í albróðuspunna. Og hestur sem ég sýndi fyrra. Þetta er mjög efnilegur 5-gáns skemmshestur held ég. Og heitir hvað sérum? Og heitir Sproti. Sama er að spuna undan Álfarni, þannig að það eru sömu gen. Já, það er svona nokkurn veginn það sama sko. Hérna eru 2 risur á Vesturgoti. Spunadóttir undan Jódísi sem að hulda á. Og mjög fín risa. Og þetta er Hringsdóttir undan Valkyrju frá Steinnesi. Meira sem er til hérna. Þetta er efnileg klárrisa og risa sem ég svona er að hugsa að eiga og reyna að nota sem kemsest eitthvað, jafnvel. Einhvern daginn. Hringur. Þetta er alltaf éta hérna. Já, það var gott. Er hérna stefnan með hann? Ég hugsa að reyna að fara með hann á landsmót, ef það verður landsmót. Og annars gerir maður bara eitthvað sniðugt. En B-flokkur eða text, sem sagt? Já, B-flokkur eða tölt. Eða bæði eða eitthvað. Mjög góður ralliðhestur hérna, undan honum Arþór Brautarholti. Hann er frá Gesti, samherra syni og þessum rauða þarna. Já, frá Kálfhóli. Já, hestur sem fór í eitthvað rétt að báta 40 aðlengum 5 metra. Þú varst með í úrslitum í uppslitundeildinni, ekki, í 5 gangi? Jú, og virkilega efnilegur, held ég kemshestur í alveg greinum, sko. Og verður spennandi að sjá hvort að hann geti ekki gert eitthvað sniðugt í sumar. Óskar Hringur Miðási, hann er með hann hérna, Ívar vinnumadur, er stefnir með hann á landsmóti í ungmennaflokk. Þekktur geðingur. Vörður frá Vindási. Spunasonur. Mikill aðlega geðingur, fljúgandi vakur. Og er svona stefnan að fara með í keppni. Er svona ekki búinn að ákveða alveg hvort maður fer með hann í keppni eða íþrótta eða bæði. Maður er bara svona að sjá þegar maður fer að koma betra færi og þetta djöflast á vellinum eitthvað. Þetta er fjárhætturfólundar Herkules og meiri undan Hrund-Torfnissi. Í hverja eigu er þessi? Þessi, hann er í eigu þeirra Breiðholt Vega, Högna og Gunnars. Og eldsonur hérna sem Anni í verknemi á. Hún var að koma í verknum og kom með hennan með sér. Það kemur úr hestur svona hólum úr hittanum, þannig að það líti allir út eins og kaktusar í manni með að gangi alltaf úr svo snemma. Allt farið úr hárum að það fyrir orðan? Já. 30 stig hitta innan þeirra? Rannía frá Vesturgoti, risa sem ég var aðeins verið að keppa á og bara mjög skemmtileg risa og svona teknísk á skeiði og ég nota hann að hugsa í keppni eitthvað bara í sumar. Kostaði mitt í úrslit í meistaradeildinni, ekki? Jú. 5 gangi. Og hún á bara framtíðina fyrir sér. Eða eins lang og hún verður þangað til hún fer í ræktun. Það er svo sem ekki alveg orðið ákveðið. Það verður ekki annað hvort í sumar eða næsta sumar. Hlóð frá Vesturgoti, Hringsystir, undarspunna og meðan í fjárhættarhrissunum á síðasta landsmóti. 9 hægt tölt og 8-5 einhverjar. Þetta er þrælgóður hrissa. Alsóstir hans Hrings á 5. ötur. Held ég mjög efnileg. Alsóstir hans? Já, svona geng klárrissa á geng, held ég. Kiljansdóttir, þessi nú ræktuð á hrossarrættarráðunautunum. Þorvaldi. En er í hans eigu eða hvað? Nei, hún kom bara hérna núna fyrir mjög stuttu síðan. Það er eiga hana hérna Arnar Heimir og Lárus Finnbogason. Og þetta er spunadóttir sem að Þór pípari á og er ég sýndi þessa í fyrra, með 9 tölt og hægt tölt og vegur reið. Svona fótaburðar hrissa og skemmtileg. Myndaleg þross? Já, ágætlega held ég. Spunasonur hérna, undan Hákonsdóttir á 4. ötur. Fóli sem við eigum hérna. Og bara efnisallegaðistur. Og Herkulesasonur undan Kolfinnsdóttir, svaka drekki stór og
bara, nokkuð lofandi fóli. Getur vel verið að maður sína hann í vor. Já. Hvað er hann gamall þessi? Hann er á 4. bara, eins og þessi uppi. Stálasonur hérna undir stelpu. Já. Þetta er góður að leiðastur. Það var 7 vetra. Maður er óheppið með hann, slasaðist aðeins og. En ég stefni jafnvel á að sína hann núna. Bíður síns vitjunar tíma? Já, allt saman kemur þetta með kaldavatninu. Já, en svona lokum, ástandi eins og og allt það. Já. Hvað ertu aðhafast í? Er ykkur breyting? Ertu bara heima og... Já, maður er náttúrulega minna að eitthvað þvælast, æfa sig fyrir keppnir og keppa og eitthvað svoleiðis og það er náttúrulega svona kannski aðeins minna að gera í kennslu eða þannig. En maður er bara heima að gera það sem manni finnst skemmtilegast og það er að ríða út. Og ég held að eins leiðilegt og það ástand allt saman, að þá hlýtur þetta að vera gott fyrir fólk að geta gert svona það sem þið langar. Og eins held ég að þetta verði alveg svakalega gott sumar í hestamennskunni. Að hvort sem að verði einhverju sýningar eða keppnir, að núna verður styttast í að fæðist folöld og svo fara að koma græn grös og menn getur fara að fara í hestaferðir. Þannig að þetta verður blómlegt sumar í hestamennskunni. Og það snýst ekki allt bara einhverja keppnir og sýningar, sko. Akkurat. Þóra, takk fyrir að sýna okkur í hesthúsi hjá þér og gangi þér vel og ykkur öllum í vor og sumar, hvort sem þið ætla að ríða kjöl eða fara á landsmót. Já, það verður annað hvort.